2-1 sigur á Keflavík í dag. Þú lítur að vera ansi sáttur þegar Kiddi sett hann inn í lokin. Já, ég viðurkenni það alveg. Voru svona búin að vera að banka aðeins, búin að þrýsta aðeins á það og það var mjög gott að sjá hann inni. Við snúðum svo við hann undir lokin. Hvað segir það karakter liðsins? Bara frábært. Mér fannst við samt vera búin að grafa okkar eigin hólu í sérstaklega fyrri hálfleik, hvernig við svona vorum full passífir, bara hyllt yfir og sérstaklega kannski sóknarlega. Mér fannst við vera svona rægir við að þóra að tengja á milli lína, spila á menn sem eru með mann í bakinu og annað. Mér fannst við ekki hreyfa á hann og hratt. Mér fannst við vera svona pínu fyrirsjáanlegir, spila svolítið trekk í trekk inn í þeirra pressutryggara og láta reka okkur aftur tilbaka. Þannig að við vildum fá meiri persónuleika inn í seinni hálfleikinn og svona koma með örlítið meiri svona ákefð og hugrekki í seinni hálfleikinn og mér fannst við gera það ágætlega. Þannig að, eins og ég segi, frammistaðan upp og niður en góða við að við fáum 3 stig. Var eitthvað sem kom á óvart í leik Keflavíkur í dag? Nei, þetta er bara hörkuliður, bara mjög vel skipulagðir og erfiðir við að eiga og fullt af gæðum hann inni, þannig að þú þarft alltaf að vera einhvern veginn á tánum og Conte hefur komið mjög vel inn í þeirra lið og þú veist, eru með hættulega menn sem eru með þessa svona geta sprengt leikinn upp, þannig að við áttum bara að vona á þeim þetta sterkum og áttum bara að vona á erfiðum leik sem við fengum. Það voru 2 atvik sem Keflvíkingar voru ekki sáttu við, annars vegar þegar Mudrasía skorar og hann er dæmdur rangstæður og svona alveg í restina þegar Eiður Orri setur boltann í netið. Hvernig horfði það við þér? Fannst þér þetta að vera rétt hjá dómaranum? Ég hef ekki séð svo sem þessa rangstöðu. Það er bara ekki hugmynduð það. Mér fannst þetta nú vera sýndist héðan frá. Ég á eftir að skoða þetta. Sýndist það nú bara vera brot á Kidda. Ég held að Anton hafi líka verið hættur en hann flautaði eftir hann skaut. Getur vissum að hann hefði legið inni en svo ég hefði nú viljað fá vítið inni fyrir hálfleik sjálfur þegar Jónatan var tekið niður inn í horninu en þetta er bara partur á leiknum rétt að fara í því. Að leikmannahópnum, hvað sterkt er að fá Hlyn Frey til félagsins? Það er bara frábært, við erum bara uppalinn bliki og kemur bara með ótrúlega mikil gæði innan vallar sem utan og sterkur karakter sem kemur til með að styrkja okkur vel. Vonast til að skiptið verði ekki varanleg? Já, ég myndi klárlega á úr félagið vill það er klárt. Þannig að það er bara undir félagunum koma að ná samkomulagi þar. Árni Vilhjálms, hann samdi við Stjörnuna. Reytið að fá hann? Við hefum svo sem verið í díalóg lengi við Árna, þannig að við svo sem gerðum okkur alveg svona, já, heyrðum alveg í honum og vorum í samskipti við hann. En ég held að svona ég held að honum að bara lítist best á Stjörnuna og kannski þeir hafa sýnt örlítið meira áhuga, ég veit það ekki. Davíð Fjölstið, hann var flottur gegn IA í síðasta leik en hann byrjaði á bekknum í dag, er einhver ástæða fyrir því? Það var bara taktískt og þú veist, það var alveg mjög erfitt, hann var frábær í leiknum og Skaga, hann var frábær að koma inn á núna og það var meira bara að við ætluðum að verjast í 4 manna og vitandi af ógninni sem Conte hefur, þá vildum við hafa sterkari varnarmann hann úti og auðvitað hann listi fyrir okkur wingbackinn í síðasta leik og gerði það frábærlega eins og ég sagði áðan. Þannig að það var, ég talaði við hann og hann gerði sig grein fyrir því að þetta væri taktískt, þetta var ekkert út af hans frammistöðu, bara búinn að standa sig frábærlega, kom frábær inn í dag líka, þannig að það er bara frábært fyrir okkur. Að lokum, ætlið að sækja fleiri leikmenn í gluggann? Við erum bara opnir fyrir að skoða það, eins og ég sagt margoft. Það fer auðvitað bara eftir, við erum ekki bara að ná í eitthvað. Við erum, hópurinn er okkur búinn að stækka mikið undanfarið, bara þar að segja yngri leikmenn sem að taka bara frábært skref hjá okkur. Við erum með frábært barna- og unglingastarf og við njótum svo sannarlega góðs á því og það er bara mikilvægt að við finnum líka pláss fyrir þessi drengi að þroskast. En svo er þetta líka bara, eins og ég segi, típurnar, karakternir, hvað er laust. Við erum, eins og ég segi, við erum ekki desperate, við erum ekki að ná í bara eitthvað. Við erum að ná í leikmenn sem við teljum að styrkja okkur innan vallar sem utan og komum með eitthvað til borðsins.
ef það er, ef við finnum eitthvað slíkt þá skoðum við það. Takk fyrir Ólafur og til hamingju með sigurinn. Takk hérlega.